Pétur, bara fyrstu viðbrögð eftir sigur á móti Þór KA? Það fínt, 3 stig og bent heim. Þið hefur ekkert skorað, talsvert fleiri mörg? Já, ég alveg sammála því. Við erum ekkert að nýta fleiri færi það sem við fengum, en það líka ágætt að vinna 1-0 og fá ekki mark á sig. Eins og þú segir, varnarleikurinn var afskaplega þéttur að fá færi sem þið fengu á okkur líka. Já, ég man ekki eftir neinum færi sem að Þór KA fekk í dag sem er ólíkt allavega þeim að Sandra skuli ekki fá færi, en við ættum að loka vel á þær og fengum okkar færi og eins og sé ég bara sáttu við að vinna 1-0. Hver er mynd svona lykillinn að því að loka á Söndru? Það er ekki, sko, ég get ekki skipta út, sko. Ef hún skorar ekki, þá ætla ég að segja að það var lokað á hana. Það er kannski besta svarið. Nákvæmlega. Bara að koma hérna, það er ekki sjálfgefið að koma norður og klára 3 stig. Nei, ég hef sagt þetta margoft áður. Leikir Valur Þór KA eru bara drullu góði leikir, erfiði leikir og hafa alltaf verið og við erum alltaf sátt fyrir vinnuleikin. Það var kannski svo ekkert rosalega óvænt að Anna Rakel skoraði hérna á KA-svæðinu? Nei, það er kannski ekkert skrítið. Það var komið tími fyrir hann að hitta með vinstri einhvern almennilega. Akkurat, hvernig svona metur þú bara að topparáttu núna? Ég veit að Blikar eru að vinna 2-0, fer þetta bara í síðasta leik? Ég veit ekki, við spilum við FH næsta leikur á móti FH á sunnudeginum, það er ágætt fyrir okkur, við náttúrulega vorum að spila 2 leiki úti líka, stutt á milli hjá okkur, þannig að það er ágætt að fá þessa 7-8 daga frí núna í leik og smá svona skakkaföll á okkur, en þetta er bara spurningum að vinna næsta leik, þetta snýst bara það hjá okkur. Það var alltaf vita að því þú nefnir leikin úti að Twente yrði erfitt, en var skellur að tapa þessu? Sko, það var engin skellur að tapa þessu. Sástu leikinn? Nei, nákvæmlega, það sáum engin leikinn. Við höfum auðvitað getað skorað 3 mörk í seinni hálfleik og í stöðunni 0-0 þá fekk Ragnheiður gott færi og við hefum getað verið sko, komist í 1-0 en fyrri hálfleikur hjá okkur var samt mjög ólíku valsliðinu. En seinni hálfleikur var mjög vel spilaðar á okkur og við vorum betri heldur en Twente í seinni hálfleik. Þó það hefur skorað 2 sko. Það er nokkuð gott, en þú veist, að því að markmiðið var að fara í riðlakeppnina, þú veist, þurftur að fá stelpunir aftur á tærnar eftir að, þú veist, þau vonbrigði? Nei, sko, ég ætla ekki að þetta sé eitthvað vonbrigði. Ég meina, stefnan hjá okkur er að komast inn í meistaradeildina, en við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því hérna á Íslandi að þetta eru atvinnumannalið sem við erum að lenda á móti, bæði Breiðablik núna og svo við á móti Twente. Þetta er topp atvinnumannalið í Hollandi. Og það liggur kannski smá munur eins og en við reynum bara, ég meina aftur á næsta ári. Það er bara, mér finnst bara markmið hjá íslensku liðin sem komast í þessa leiki að hafa það markmið að komast inn í þetta. En þess að leið að við komumst fleiri liðum inn, þá verður allt betra hjá okkur sko. Loka spurningi, hún nefnir Ragnheiði, hvar er hún? Hún braut eitthvað bein í hendina á sér á móti Twente og þurfti að fara út af í hálfleik og er bara frá allavega í dag. Gerir von að hún spili næst? Það geti alveg verið. Takk fyrir þetta, Pétur. Takk.